Já, komið í sæl og verið velkomin í þáttinn Salgeta sjó með fiskikónginum. Núna fyrir að líða páskum. Það sem hefur einkennst þennan vetur er það að það er svo mikið skortur á stórum humri. Það er alveg hrikalegt. Og þetta er fyrsta skipti á mínu fisksalaferli sem að ég á ekki til svona stór humarskott. En ég reddaði því. Ég var á ferðinni austur á fiskmarkaðinn í Ólafsvík og satt í bíl með einum útflytjanda sem heitir Gunnar Örlygsson. Og við vorum að ræða skort á humri og bara fisk svona almennt. Og þá áskotnaðist mér svona humar. Stór humar. Stærsti flokkur. Og hann kemur hérna eins og við sjáum hérna, ef hann er þessu myndatökumaðurinn, frá vinnslustöðinni. Og þetta hérna er útflutningshumar. Hann kemur svona í frauðkassa, 1,5 kíló svona í öskju. En það sem er munurinn á þessu og það sem ég hef verið að selja svona yfirleitt og við Íslendingar erum að borða, það er að hann er heill. Og það reynda þarf ekkert að vera verra þótt hann sé heill. Þetta lítur svona út. Það er 1,5 kíló í öskjunni. Og þetta er stór humar, þannig að fiskikóngurinn á stóran humar. Ég er nú að vera að reyna að selja svona undanfarið og fólk er voðalega hrætt við það að vera með stóran humar. En humarinn, hann náttúrulega samstendur af hausahöfðinu og skottinu og síðan af klónum. Og það er alveg svakalega mikill matur í bæði í klónum, í höfðinu og síðan eru skottin. Og það er eiginlega ekkert vandamál ef fólk vill fá humar sem að skott, og skerir maður hausinn af og maður komið með skott. Og þetta er helmingi ódýrara heldur en að kaupa halana. Þannig að þú ert á sama verði ef þú ert að kaupa skott eða heilan. Þannig að ef þið kaupir kannski svona heilan humar einhvers staðar annars staðar og eru að rukka kannski 8.000 krónur í kíló, þá er það mikið, myndi ég segja. En það sem við ætlum að gera í þættinum í dag, því að nú eru að koma páskar og það eru rosalega margir sem borða humar á páskunum, að ég ætla að fara heim með svona humar, ég ætla að þýða hann upp og ég ætla að elda humar svona heilan og við ætlum bara að sjá hvernig það tekst til. Mér langar svona að sýna ykkur svona áður við förum heim, þá langar mér að sýna ykkur hérna svona humar sem við erum með. Ef við sjáum hérna á kassan, að þá sjáum við hérna að þetta er stærsti flokkur. Næststærsti, þetta er svona miðlungshumar og síðan koll á kolli. 7-9 stærsti, síðan kemur 9-12, síðan kemur 12-15, 15-18, 18-24 og 24-30. Þetta segir okkur hvað eru margir humarhalar í hverju lipsi. Þannig að það eru 7-9 humarhalar í hverju lipsi og hann er stór og 24-30 í hverju lipsi hér. Og hérna er ég með minnsta humarinn sem er raðaður í svona ösku. Og þetta er svona typikal svona útflutningsaskja af humri og það eru 5 lips í öskjunni sem þýðir það að það eru 2,27 kíló eins og stendur hérna af humarhölum í öskjunni. Nýtingin í svona humarhölum, ef þú tekur sem sagt humarhalan og kjötið úr, að það er í svona kringum 40%. Þannig að þú ert að ná út úr þessu hérna, ert að ná alveg 40%. Svona góðu kíló af humar, sem sagt, kjöti. Svona lítið öskjun út. Og nú er sólin að skína í Reykjavík hérna. Það er að koma sumar, koma páskar og allir sjúkir í humar. Og þetta sjáum við hérna, þetta er minnsti flokkur á humri. Og hann er svona svipað stór og litli puttin á mér. Og síðan er það hérna með annan flokk sem heitir sem sagt 18-24, það er sem sagt næst minnsti flokkur, en það er líka í svona útflutningsöskju, niðurraðað. Svo sjá hvað er í honum. Og hann lítur svona út. Þetta er nú ekki dónalegur páskahumar, ég myndi nú ekki segja það. En þetta er svona stærsti humarinn sem er í boði núna þangað til vertíðin hefst. Vertíðin hefst svona í apríl-maí. Og
Það er allt orðið svona fullt af humri hjá mér alltaf svona í kringum Eurovision. Það finnst mér svona að vera svona eiginlegin dagur þar sem maður getur fengið mikið af ferskum humri. Og ég hef stundum haft tilboð bara rétt fyrir Eurovision, svona Eurovision humar. Og það er ekki slæmt að fá Eurovision partí með glænýjum humri, sko. Það er nú ekki það versta. En það sem við gerum hérna, það er náttúrulega ráð ekki allir við það að kaupa 2,27 kg. Og þá brjótum við sem sagt upp öskjurnar og setjum bara í svona pakningar sem eru 800-900 gram kíló og duga svona cirka fyrir 2. En nú ætlum ég að fara heim og ég ætla að sýna ykkur hvernig við hérna eldum humar heilan og hvernig við borðum hann. Jæja, þá erum við komin heim og við ætlum að elda humarinn sem ég var með henni í fiskbúð. Það sýna ykkur. Ég tók bara eitt svona kassa með. Sjáu þið humarinn, strákar? En það er svo kónguló. Þetta er svo kónguló? Já. Kári, hefur þú séð svona fisk? Kónguló. Kónguló? Já. En það getur bítið mig. Já. Ekki bítið. Það sem við ætlum að gera, við ætlum að þýða humarinn upp og nú er ég bara með svona heilan humar. Nei. Nú brjótum við þetta svona. Vá, það má ekki bíta mig. Má ekki bíta mig. Það er gott að vera með krakkana, þá getur maður læra þau að umgangast fisk og síðan látum við renna bara á hann kalt vatn og hérna er ég með heilan humar og setjum á hann bara svona volgt vatn, það er svona ekki of heitt og ekki of kalt og það tekur ekkert langa tíma að þiðna. Það sem er í svona einum kassa, 1,5 kg, það dugir svona cirka fyrir 2 í matinn. Vil ég prófa að halda á honum? Já. Það er ískaldur. Það er ískaldur. Og hann er, sjáu þið hérna augað? Það er svona kónguló. Já, og þetta hérna, þetta eru svona klærnar sem maður nota svona þess að klípa alls konar þessar skeljar. Sjáu? Brotnaði. Þetta eru fæturnir. Labba svona. Meðan þetta er að þiðna, þá getum við búið til smjöri sem við ætlum að hafa með þessu. Og það er bara íslenskt smjör, steinselja, salt og hvítlaukur. Sjáu þið hérna. Hérna er pabbi búinn að kaupa svona grænan hníf. Hann keypti hann hjá Æsland, hennar búðinni. Þetta eru rosalega góði hnífar. Við þurfum ekki mikið smjör, þar sem við erum að elda bara fyrir 2. Og setjum við svona smjör í pott. Og við setjum líka smá steinselju. Svona smá grænt. Og skerum það svona niður. Hvernig er þessi hnífur á litinn? Grænn, já. Og skerum við svona smá steinselju. Svona fínt. Setjum það bara saman í pottinn. Og síðan er ég með hvítlauk. Þetta er hvítlaukur. Og við erum svolítið mikinn hvítlauk. Kunnið þið að telja? 1. Þetta? 3. Já. 8. Þessi, já. 9. Já. Svona marga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og þau eru cirka svona 6 hvítlauka í þetta hér. Og tökum bara svona utan að þessu. Ég var náttúrulega ekki búinn að kynna aðstofkokkana mín að þetta er hann Kjartan Páll og síðan er hann Kári. En þetta eru yngstu syni mínir af 6. Þannig við tökum bara hvítlaukinn svona saman við smjörið. Borðið þið svona fisk, strákar? Já. Risastór? Já. Risastór humar, segja þér. Og ekki ljúga krakkanir. Strákar, sjáu þið hérna. Sér merjum við bara hvítlaukinn hérna saman í pottinn.
og cirka 6-8 rif. Og síðan þegar allt komið saman í pottinn, þá setjum við bara á helluna og bara vægan hita. Passa ekki á háan hita, þá getur smjörið brunnið. Við látum þetta bara svona malla. Þetta á ekki að vera heitt, þetta á bara svona volt þegar við borðum þetta með humurinn. Nú ætlum við að fara að skera humarinn. Sko, humarinn kemur úr búðinni, þá kemur hann svona heill. Og hann er með augu og hann er með svona hendur. Sjáu þið? Og hann er beitt. já, ef þið viljið eru hrædd við þetta hér með svona humar, af því að ég er búinn að lenda í því að það eru fólk sem bara sér ofsjónir í því að sjá fiskinn svona með hausnum og öllu, þá tekum maður bara hausinn af. Þannig að hérna erum við komið með humarhala. Og þessu getið hendið, við líka borða það, og það er líka hægt að búið til súpur úr þessu, þannig ef við ætlum að búið til súpu til dæmis, þá steikjum við þetta bara á pönnu í svona 20 mínútur og síðan sjóðum við beinin í svona klukkutíma. Þá erum við komið með svona góðan grunn fyrir súpu. En við ætlum að taka sér satt, sjáu þið? Hann er flottur. Það sattu skóki. Eru nokkuð hræddir við hann? Nei. Nei, ekki hræddir við hann. Galiló. Líka galiló. Kónguló? Já. Já. Það sem við ætlum að gera, við ætlum að heilgrilla humarinn. Við getum grillað hann bara svona í heilu og við getum líka tekið bara í tvennt. Og þá getum við nota svona hníf eins og maður fékk hérna úr Æsland. Þeir eru allir litir. Og það sem við gerum, við stingum bara svona í hann hérna og ristum bara hérna aftur úr. Svona. Og snúum honum við. Og hérna. Og svona aftur úr. Og síðan opnum við hann, svona. Og síðan skólum við bara innan úr honum. Það er náttúrulega smá innefli hérna sem við skólum úr og þessi hérna rönd sem er hvort þið er í humarhjólunum og við skólum þetta bara úr, bara på köldu vatni. Íþróttálfur, þú verður að færa þig. Vertu hérna. Svona. Pabbi, ég takk þetta. Ég takk þetta. Sjáu þið hérna? Sjáðu. Ég takk En hérna erum við komið með humar. Eins og þið sjáu hérna, þá er rosalega mikið kjöt í höfðinu á humrinu. Kjötið liggur alveg frá skottinu og alveg hérna fram úr. Yfirleitt þegar við erum með humarinn þá erum við að skera hér. Þannig að það vantar alveg helling af kjöti sem er hér, sem að fylgir með þegar maður kaupir svona heilan. Síðan er rosalega mikið kjöt í klónum og við getum opna klærnar. Bara svona rétt aðeins og stingum við bara hérna í þær. Það er líka hægt að opna það bara með hamri. Svona. Vá! Já, má sjá, taktu líka einn humar upp. Hvor er betri? Hver er stærri? Já. Þetta er alveg yndislega. Nú er hérna allt smjörið bránað og þetta er bara smjör, hvítlaukur, svolítið af steinselju og síðan setjum ég svona 1 til 2 teskera af salti, íslensku salti frá Saltverk á Reykjanesi. Það sem við gerum með humarinn, nú er ég búinn að klippa allan humarinn og hérna, við gætum sett svona á hann smá hvítlauksmjör ef við viljum. En ég ætla bara að klippa, ég er búinn að klippa hann allan hérna og eina sem ég ætla að setja á hann er salt og stráma bara svona grófu salti hérna aðeins í hann. Bara inn í kjötið, eða fiskholdið eins og maður segir kannski.
Og síðan þar bara smá pipar. Og ég hérna með hvítlauspipar sem ég ætla að bæta hérna í. Og síðan keypti ég svona á Jamaica, heitir hérna svona jerk seasoning. Það heitir svona Jamaican krydd, þetta er svona chili í þessu. Það er hérna black pepper, salt, pimento, koriander og thyme og garlic, cinnamon. Þetta er alveg, þetta er eiginlega uppáhaldskryddið mitt í dag, ég segir alveg eins og það er svolítið sterkt. Og nú ætla ég að setja bara svona í helminginn af humrinum svona Jamaican flavor sko. Má komin aftur bara til Jamaica hefur maður borðað eftir. Það má ekki vera á mikið. Þannig að þú veist, þetta þarf ekki að vera flókið þegar maður er að elda humar. Ferskur humar, salt, pipar, næstu í hvaða krydd sem er og inn í ofn. Og hann er heill humarinn. Við getum grillað svona humar úti á grillinu. Ég er búinn að setja hérna ofninn á 250 gráður og ég er búinn að setja hann á grill. Þannig að hann er bara hérna á grilli, sem sagt, og það eru svona spíralarnir sem eru efst í ofninum. Þeir vera alveg rauðglóðandi og setja hérna á grill hjá mig líka. Núna tjekka ég hvort það sé orðið nógu heitt. Og þeir eru orðnir alveg svona eldrauðir. Og ég vil hafa þetta alveg sjóðandi heitt árið sitt inn. Ég ætla að bíða í svona 2 mínútur viðbót. Þangað til ég smelli humurinn í og hann þarf svona cirka 5 til 6 mínútur. Mér langar til svona, ég ætla ekki að auglýsa fyrir Hagkaup, en ég fer oft í Hagkaup og vel salat og alveg gríðarlegt úrval hérna í Skeifunni. Ég ætla að rósa eitthvað sem má rekja þessa verslun fyrir gott úrval af grænmeti. En við setjum hérna svona salat inn í botninn. Og ég tók hérna því við erum 3 strákarnir. Og síðan er ég með eitt svona öðruvísi disk hérna. Bara til þess að sýna ykkur hvað þetta er einfalt. Og það sem við erum með humarinn er aðalatriði. Þá þurfum við ekkert svo mikið meðlæti með. Og ég er með radísur. Skera það bara alveg svona örþunnt. Svona, pínlítið radísur. Ég fekk líka baunaspírur í Hagkaup. Setjum smá baunaspírur. Svona. Og síðan er hérna hægt að kaupa svona alls konar svona salatblöndur. Það eru svona alls konar fræ, eins og hérna eru ristaða förnitur, ristuð grasfræ og sólblómafræ. Gott í salatið. Og þetta er rosa gott að setja á salat. Og þá setjum við hérna bara smá svona núna á. Svona. Síðan er ég rosalega mikill svona tómatmaður. Ég er svolítið gott að hafa með tómata. Þannig við tökum bara 1 svona tómat og skerum niður hérna og röðum þessu svona á. Og síðan er ég með svona balsamik, svona edik, svona sýru. Og setja aðeins svona yfir. Og síðan er rosa gott að setja pínlítið ólífu. Svona ólífuolíu með þessu. Það verður svolítið svona juicy. Svona. Og núna er ofninn sennilega orðinn klár, þannig ég er búinn að gera salatið. Þetta er orðið rauðglóandi hérna. Og nú set ég bara humarinn heila, bara hérna inn í ofn og set hann í efstu grind.
hérna og stilli klukkuna á 5 mínútur ef ég myndi gleyma mér. Að þetta má ekki vera lengur inn en svona 5 til 6 mínútur. Þannig að hún er stiltur á 5. 250 gráður, sjóðandi heitt grill í ofninum, salat er klárt, hvítlauks smjörið er klárt og við setjum það hérna á ný. Þetta er bara hvítlaukur og smjör og stensíla og salt. Já, en nú ætlum við að kíkja á þetta. Hann er ekki alveg búinn að vera, það er ekki búið að vera 5 mínútur. Sjá hvernig staðan er á þessu. Já, þetta er bara, þetta er tilbúið. Þetta er ekki nema svona, sko, þarna hringir. Þetta er akkurat 5 mínútur inni. Það er bara tíminn sem þetta þarf. Þessum hita. Og þetta er mjög einfalt og þið sjáu hérna hvernig þetta virkar að hann er orðinn aðeins hérna, hann er aðeins svona brendur hérna skeljarnar ofan á og humarinn sjálfur er alveg perfekt sko. Og það sem við gerum er það að við tökum bara svona humarinn og við leggjum hann bara svona ofan á og þetta sé fyrir fullorðinn þá þarf maður svona alveg 3,5 mann og sjáu hvað þetta er girnilegt. Svona. Og hérna er svona humarhali sem ég tók sem að ég sýndi ykkur ef við ætlum bara að klippa hausinn af þá lítur hann svona út. En það sem við græðum á, ef við tökum hann svona heilan með haus og hala þá fáið þið sko allt kjöti sem að er hérna alveg upp í höfuðið. Nú ætlum við að fá okkur humarveislu. Pabbi fær þetta sterka. Kjartan fær svona smá svona. Og Kári hann fær svona. Svona. Hei, viljið þið vatn? Já. Vilt þú líka vatn? Ok, skál. 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 Ok. Og viljið smakka það? Það sem við gerum, við tökum bara fiskinn úr hérna og dýfum ofan í, en þú ætlar að smakka bara svona. Þetta er bara humar. Vilt þú líka smakka, Kjartan? Já. Svona. Já. Pabbi ætlar líka að smakka. Ég sjáðu. Og sér fær maður sér bara svona humar með smjöri. Sjáðu. Ég sjáðu. Þú sjálfur? Ok. Hjálpa þér. Hérna. Hérna fiskur fyrir þig, Kári. Kári, hérna humar fyrir þig. Vilt þú líka sjálfur? Hérna. Þetta kallar maður salkjöt og sjó með fiskikónginum. Mér langar að sýna ykkur hérna að ég skar hérna í klóna áðan og stingi bara hnífnum síðan hérna í. Svona. Það er nefnilega hellingur að kjötu hérna inni. Hérna getur maður tekið, sjáu þið, kjötið hér. Innan úr. Þetta er alveg rosalega gott. Þannig við opnum bara klærnar og veiðum hérna kjötið innan úr klónum, sjáu þið. Það er alveg hellingur að kjötið hérna inni. Jæja, það eru 5 mínútur síðan við byrjum að borða og strákarnir eru búnir með humarinn. Var þetta gott? Já. Viljið meiri humar? Já.
Vilt þú meiri humar, Kári? Já. Mikið meira? Var kóngulóin góð? Hérna, viltu smá meira? Hérna. Og hérna. Kjartan, vilt þú líka svona meira? Hérna. Þú vilt meira? Það allt í ettu upp til agna heima hjá fiskikónginum. En eins og þið sjáu, þá páskamaturinn vinsæll. Þannig að ég ráðlegg ykkur að prófa tusku, já, fáum svona latabæ. Ráðlegg ykkur að prófa að heilgrilla svona humar og þetta er sjúklega gott. Sjáumst í næsta þætti. Sirku. Já.